Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir sem heima sitja. Ég sit hér með fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar númer 552 sem haldinn í fundarsal Breiðumýrar 20, fimmtudaginn 20. október 2022 klukkan 17:00. Fundinn sitja Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Sandra Sigurðardóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Lóreley Sigurjónsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Alda Pálsdóttir, Geir Sveinsson og Helga Kristjánsdóttir. Og Helga Kristjánsdóttir skrifstofustjóri ritar jafnframt fundargerð. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Þær eru engar, þannig að við höldum áfram. Mig langar hérna að nota tækifærið og bjóða hana Lóreley Sigurjónsdóttir velkomna á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Ég ætla að gera hér að tillögu dagskrárbreytingartillögu. Ég ætla að lesa hana hérna upp. Við dagskrá bætist liður 6, fundargerð menningar, íþrótta og frístundanefndar frá 20. september 2022 og liður 12, minnisblað frá bæjarstjóra færslu gatnamóta, Grænumerkur og Austurmarkar. Þeir sem samþykkja þessa dagskrárbreytingartillögu gefi merki. Og hún samþykkt samhljóða. Og þá bara göngum við til hefðbundnar dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs frá 6. október 2022. Liðir sem eru ágættir sérstaklega eru 6 og 7 og orðið laust lið 6. Liður 6 sem sagt útboð og uppsetning á lýsingarbúnaði fyrir götu og stígalýsingu. Orðið laust. Það er ekkert þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Samþykkt og orðið laust lið 7 sem eru ráðgjafarsamningur við Eflu grunnskólann í Hveragerði 3. og 4. áfangi. Þeir sem samþykkja lið 7 gefur merki. Hann samþykktur samhljóða. Þá ber ég fundargerðina í heild sinni upp fyrir fundinn. Orðið laust. Og það hver sem ekki hljóðs og þeir sem samþykkja fundargerðina gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs frá 20. október 2022. Þar ágreiddur sérstaklega liður 7. En þetta sem sagt forkaupsréttur að Austurmörk 20. Orðið laust. Þeir sem samþykkja lið 7 gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og þá er orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Og ég ber hana þá upp til samþykktar þeir sem samþykkja gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það liður 3, fundargerð fræðslunefndar frá 28. september 2022. Þar ágæiddur sérstaklega liður 2. Ytra mat leikskólans Undralandi. Orðið laust þennan lið. Hver svör eru? Já, forseti. Komið rosa flott plagg sem ég vona muni nýtast leikskólastjórnendum á Undralandi til þess að bæta það sem bæta þarf, en það fullt af tækifærum þarna samkvæmt þessu og það líka bara ánægjulegt að sjá hversu vel leikskólinn kemur í raun út í þessu ytra mati. Það hefði þetta verið gott að fá líka svona ytra mat á hinn leikskólann okkar þess að taka það út og geta það borið saman og unnið aðeins áfram með það og vonandi munum við bara eiga kost á því að gera það svona í framhaldi af þessu ytra mati. Það væri bara mjög fróðlegt að sjá hver staðan er þar. Já, takk fyrir þetta Friðrik. Viltu að ég... Já, akkúrat. Ég kannski vek athygli á fundargerð fræðslunefndar þar sem kemur fram, ég ætla bara að lesa hérna frá Helgu fræðslunefnd. Fræðslunefnd leggur til við bæjarstjórn að kanna verða með að leikskóla bæjarins
fái skólapúls í tengslum við söfnun gagna vegna innra mats. Þannig að það komið í ferli. Þá orðið ánaflaust lið 3, ytra mat, eða lið 2 í fundargerð fræðslunefndar. Það er sem ekki ljós. Þeir sem samþykkja þennan lið gefur merki. Nei, hvað? Er hérna? Já. Bæjarstjórn, já, ég er með hérna tillögu. Bæjarstjórn samþykkir að vísa erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023. Þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Það er samþykkt samhljóða og þá er orðið laust fræðslunefndar fundargerðina. Og þeir sem að samþykkja fundargerðina heild sinni gefur merki. Þá er komið að lið 4 sem er fundargerð aðalfundar Fasteignafélags Hveragerðis frá 12. september 2022, orðið laust hana. Það kveður svengi ljós og ég ber þá fundargerðina upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5, fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 4. október 2022. Og þar eru ákveðið sérstaklega liður 2, 3, 4, 5 og 6. Liður 2, Árhólmar 1, þjónustumiðstöð, deiliskipulagsbreyting. Þeir sem að vilja orðið laust þennan lið. Og hér er gert að tillögu, bæjarstjórn samþykkir tillögu að breyttu deiluskipulagi með áorðnum breytingum eftir auglýsingatíma í samræmi við umsögn skipulagsfulltrúa dagsett 29. september 2022. Þeir sem að samþykkja þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3, Deinskor 22. Orðið laust þennan lið. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að grenndarkynna byggingarleyfi á lóð Deinskóga 22 í samræmi við 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara að endanleg lausn á sambrunahættu verði leyst. Þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Þá er það lið 4, Heiðmörk 17, grenndarkynning stækkunar. Orðið laust þennan lið. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki að grenndarkynna byggingarleyfi á lóð Heiðmörk 17 í samræmi við 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja þetta gefa merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Og þá er liður 5, framkvæmdaleyfi vegna vegslóða og stígagerðar zipline. Orðið laust þennan lið. Hér er lagt til við bæjarstjórn, hérna er að lesa bókun bæjarstjórn samþykkir að veita Kambagil ehf. Framkvæmdaleyfi í samræmi við niðurstöðu umsagnar skipulagsfulltrúa dagsett 30. september 2022 og heimila óveruleg frávik vegna breyttar göngustígs meðfram gljúfri í samræmi við 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja þennan lið gefi merki. Þetta er samþykkt samhljóða og að lokum í þessari fundargerð liður 6, byggingarleyfi vegna zipline. Orðið laust þennan lið. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki byggingarleyfi í samræmi við 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja þetta gefa merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Já, Njörður, gjörðu svo vel. Það er einn liður sem í fundargerðinni til umfjöllunar á öðru leyti en sem er búin að afgreiða hinn og það er 1. liðurinn sem er Hverahlíða lögn og þar langar mig að kanna áhuga hjá bæjarstjórn hvort við ættum ekki að taka undir bókun skipulags- og mannvirkjanefndar og við höfum áður verið samtaka í því gagnvart virkjunum á Hellisheiði og hér er
í þessari bókun hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd nefnd áhrifin vegna jarðskjálftavirkni, en það eru fleiri áhrif sem að við Hveragerðingar höfum orðið vör við í gegnum tíðina og það er mengun, þó að vindáttin er okkur yfirleitt hagstæð og mengunin hefur farið yfir til Reykjavíkur en hún hefur að vísu minnkað með þeim aðgerðum sem hafa verið að Hellisheiði, en það er líka hávaðamengun og ég þekki ágætlega vegna þess að ég var heima þarna alveg vestast í þorpinu og þegar það er kyrrt veður eða vindáttin stendur þannig og borholurnar er að blása í Hverahlíð, þá verður maður var við þessa þungu drunu sem að heyrast og það eru 7 kílómetrar til dæmis frá mínu húsi og að borholunum í Hverahlíð. Þannig að mér langar að kanna áhugann hjá bæjarstjórn, hvort við eigum ekki að taka undir þetta og jafnvel svona hafa sterkara orðalag varðandi þessar athugasemdir. Og þetta vandamálið í þessu öllu er að við höfum ekki skipulagsvaldið þarna, en þetta hefur mest áhrif á okkar sveitarfélag hér. Og í raun og veru staðan þannig að þarna er virkjun sem er í meirihluta eigu Reykjavíkurborgar í sveitarfélaginu Ölfusi og við höfum mjög lítið það að segja hvað fer þarna fram, en áhrifin er samt mest hjá okkur á lífskeiðinu. Takk fyrir þetta Njörður. Þú ert raun að leggja til að við tökum undir bókun skipulagsnefndar. Og kannski kveðum sterkara Helga, já. Þeir sem að samþykkja það að taka undir bókun Skipulags- og mannvirkjanefndar og viltu koma til þessu? Já, er það ekki? Ef við ekki að taka fundarlínu? Jú, heyrðu, við skulum taka fundarlínu klukkan 17:13 og semja bókun. Þá ég að íta hérna á eitthvað, svona og upp. Já, og þetta er ljóðar. Sí.
Já, og fundur aftur settur klukkan 17:20 og hér les ég bókun sem við ætlum að leggja til. Bæjarstjórn tekur undir áhyggjur skipulags- og mannvirkjanefndar þau neikvæðu áhrif sem virkjanir á Hellisheiði hafa á nærliggjandi svæði, þar með talið á íbúa Hveragerðis með jarðskjálftavirkni, hávaðamengun og loftmengun. Einnig ítrekar bæjarstjórn óskir viðbrögð vegna þrýstingsfalls og hvetur Orku náttúrunnar til að halda áfram virku jarðskjálftaeftirliti og eftirfylgni með verklagi til þess að lágmarka áhrif skjálftavirkni í góðu samráði við Hveragerðisbæ og aðra hagsmunaaðila. Einnig bendir bæjarstjórn á að mikilvægt sé að hávaðamengun frá blásandi borholum verði takmörkuð. Þeir sem samþykkja þessa bókun, merki, hún samþykkt samhljóða. Og þá ætla ég að gefa orðið laust við allir fundargerðinni og ég ætla að gera aðra tilraun, eru fleiri sem vilja tjá sig fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Svo ekki, þá ætla ég bara að bera alla fundargerðina upp til samþykktar, þeir sem samþykkja hana gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það liður 6, fundargerð menningar, íþrótta og frístundanefndar frá 20. september. Orðið laust hana. Hljóðs, þeir sem samþykkja fundargerðina gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það liður 7, fundargerð NOS frá 21. september 2022. Þar ágættur sérstaklega liður 1. Liður 1 hljómar svona: framtíð byggðasamlagsins, framtíð byggðasamlagsins. Og ég ætla bara að lesa hvernig NOS bókar hér. Í fundargerðinni leggur stjórn NOS til við bæjar- og sveitarstjórnir aðildarfélaganna að á næsta fundi þeirra verði samþykkt að starfsemi byggðasamlagsins, skóla- og velferðarþjónustu Árneshrings BS eða SVÁ verði hætt og byggðasamlaginu verði slitið. Einnig óskað eftir samþykki bæjar- og sveitarstjórna frá því að ráðinn verði verkefnastjóri til að annast slitin og kostnaður greiðist af SVÁ í sömu hlutföllum og annar rekstrarkostnaður byggðasamlagsins. Orðið laust þennan lið. Og þá ætla ég að leggja til hérna. Bæjarstjórn Hveragerðis samþykkir tillögu stjórnar NOS starfsemi skóla- og velferðarþjónustu Árneshrings BS verði hætt og að byggðasamlaginu verði slitið. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að ráðinn verði verkefnastjóri til að annast slitin og kostnaður vegna þess að greiðist í sömu hlutföllum og annar rekstrarkostnaður byggðasamlagsins. Ég ber þetta fyrir fundinn. Þeir sem samþykkja þetta, svo við að sjálfsögðu með bókun með þessu en við ætlum að bera þetta undir. Þeir sem samþykkja þetta gefa merki. Þetta samþykkt samhljóða og við ætlum að gera grein fyrir þessari ákvörðun með eftirfarandi bókun. Meirihluti bæjarstjórnar í Hveragerði hefði viljað taka ákvörðun framtíð skóla- og velferðarþjónustu Árneshrings að lokinni greiningarvinnu sem nú í gangi í sveitarfélaginu og fá þar með tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun framtíð byggðasamlagsins. Þrátt fyrir þá ákvörðun slit SVÁ sem tekin af frumkvæði samstarfssveitarfélaganna lítur meirihluti bæjarstjórnar í Hveragerði svo á að hér skapist tækifæri til að gera betur í þessum málaflokki. Og undir þetta rita Jóhanna Ýr, Sandra, Njörður, Dagný Sif og Lóreley Sigurjónsdóttir. Það var ekki fleira í þessari fundargerð, þannig að hún þá væntanlega, hún þá bara samþykkt. Ég kannski bara bera hana undir ykkur, þess að samþykkja þessa fundargerð. Við fáum það að tjá okkur. Já, og vil ég gera þess að vel. Orðið laust þessa bókun, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það kom kannski mörgum á óvart og ekki á óvart að þessu hafi verið slitið. En auðvitað bentum við í D-listanum á það í sumar, í júní, að við hefðum viljað fara í einmitt úttekt á sérstaklega skóla- og velferðarþjónustuna og hún hefði tekin fyrir fyrst af öllu og það hefði auðvitað verið gott að hafa þá úttekt við hendina núna þegar það búið að ákveða að slíta þessu samstarfi. En nú þarf að hafa hraðar hendur. Við erum búin að segja upp leigusamningnum við skóla og velferð hér úti og það eru
nokkrir mánuðir til stefnu þangað til að þessu verður væntanlega formlega slitið og því vil ég kannski spyrja og þetta tengt kannski næsta lið þarna varðandi úttektina á bænum. Hver staðan á sem sagt þessari úttekt og verið að horfa til þess að taka fyrst fyrir skóla- og velferðarþjónustuna? Svona bara veltum sem fyrir sér vegna þess að þetta alltaf gerast svolítið hratt og auðvitað viljum við þá leggja áherslu, eða myndum við vilja leggja áherslu á það að þessi hlutur eru skoðaður sérstaklega til þess að átta okkur á hvað á að gerast með þessa mikilvægu starfsemi. Takk fyrir þetta, Friðrik, og ég tek undir þetta kom nú kannski svona nokkuð óvart, þannig að ég bara skil það sem þú ert að fara hérna inn á, en orðið laust þessa úttekið. Geir, gjörðu svo vel. Forseti, til þess að svara þessu þá erum við lögð af stað í þessa vegferð og hvort sem kannski við hefðum viljað gera það á þessum tímapunkti eða ekki, að þá engan síðan lögðum við af stað og þetta staðan. Ég myndi segja að við séum ágætis stað. Við vitum nokkurn veginn hvað við þurfum að gera. Við erum að ferilsgreina í rauninni hvað við þurfum. Þetta að mörgu leyti flókið vegna þess að við þurfum að átta hver þörf Hveragerðisbæjar varðandi starfsemi velferðar og skóla. Við höfðum skýrslu sem var gerð á Háskóla Akureyrar á 21 og höfðum þá skýrslu til að vinna með og þá var henni tekin út öll þessi starfsemi. Hvað varðar starfsemi, úttekt KPMG, þá hún í gangi og við höfum lagt sérstaka áherslu á að þeirri vinnu verði hraðað af þeirra hálfu. Svo við í rauninni sjáum hvar okkar styrkleikar og veikleikar liggi til þess að við getum markað okkur stefnuna. Það er vissulega rétt að við verðum að vera búin í rauninni mjög fljótlega. Húsnæði losnar 1. apríl 2023 og við í rauninni viljum bara einfaldlega vera búin að klára þessa vinnu fyrir það. Takk fyrir þetta, Geir, og orðið laust áfram með þessa fundargerð. Nú, ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig hana, þá bara ber ég hana til samþykktar. Þeir sem að samþykkina gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá liður 8, breyting á samþykkt stjórn Hveragerðisbæjar, síðari umræða. Breyting á samþykkt stjórn Hveragerðisbæjar og ég gef orðið laust þessum lið. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það er auðvitað við höfum tjáð okkar skoðun á þessari atvinnumálanefnd og ég tel kannski óþarfi að við séum að taka það eitthvað aftur en það á auðvitað greinilega að gera þetta í gegn. Ég svona velti fyrir mér hvar erindisbréfið fyrir þessa nefnd, hvert eiginlegt hlutverk hennar og hver á að vera starfsmaður þessara nefndar. Svona eru þær tvær spurningar sem ég myndi vilja fá svör við hér. Takk fyrir þetta, Friðrik. Orðið laust. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, já, það er bara ánægjulegt að sjá að við séum nú að koma á út atvinnumálanefnd aftur hér í bæ. Gífurlega nauðsynlegt fyrir okkur að efla atvinnulíf og ná inn meiri tekjur hér í bænum. Stór verkefni framundan í stækkandi sveitarfélagi og þá verðum við að leita allra leiða til þess að mæta þessu kostnaði sem við verðum við uppbyggingu innviða. Það gerum við þetta líka með því að fá inn meiri tekjur frá atvinnulífinu en líka til þess að bæta skilyrði íbúa. Það er mikil gæði að geta unnið í sveitarfélaginu. Það þekkjum við sem höfum þurft að sækja vinnu út fyrir sveitarfélagi í langa tíma. En hér var spurt hvar erindisbréfið er. Það er í vinnslu og við höfðum samband við Samband íslenskra sveitarfélaga og spurðum hvenær væri eðlilegt að leggja slíkt erindisbréf fyrir og þeir sögðu að það væri engar reglur það neitt slíkt. Þannig að við sjáum fyrir okkur að erindisbréfið fari fyrir bæjarstjórn í nóvember. Og það verði þá samþykkt þar og nefndin kalli þá
eða boðið sinn fyrsta fund í kjölfarið. Og hér var líka spurt hver eru verkefni þessar nefndar. Það segir á mjög einfaldan hátt í þessari breytingu á samþykkt. Nefndin fer með málefni að snúa að atvinnumáli í bænum og það er auðvitað í erindisbréfinu sem að nánar kveðið á þessi verkefni. Og ég held ég hafi aðeins farið yfir það líka hér á síðasta fundi hvernig við sjáum að verkefni nefndarinnar eru. Og ég get alveg aftur farið yfir það hér og þá megin hlutverk atvinnumálanefndar að móta stefnu og fylgja eftir atvinnumálum sveitarfélagsins. Með það fyrir augum hvað er vænlegast fyrir sveitarfélagið að gera til eflingar atvinnulífsins. Meðal verkefna nefndarinnar er að vera sveitarstjórn til ráðgjafar og veita umsögn í atvinnumálum, að fylgja eftir framkvæmd lag og reglugerðir snerta starfssvið nefndarinnar, að afla tiltækra upplýsinga, meðal annars í samstarfi við aðrar nefndir þau atriði sem mest máli skipta varðandi atvinnuaðstæður og byggðaþróun og efla atvinnutækifæri í sveitarfélaginu með því að starfa sameiginlegum hagsmunamálum atvinnulífsins í heild, að standa fyrir almennu fundum og annarri kynningum atvinnumál, að fylgjast með atvinnuhorfum og vinna ásamt sveitarstjórn gegn almennu atvinnuleysi og bjargarskorti, að vera bakhjarl íbúa fyrirtæki í sveitarfélaginu og til aðstoða við nýsköpun og atvinnuuppbyggingu og fjallum önnur þau mál sem sveitarstjórn felur henni. Þannig að þetta svona kannski grunnur inn í erindisbréfi þar sem að verkefnin er nánar tiltekin. Takk fyrir þetta, Njörður. Er það fleiri sem að vera að tjá sig þennan lið? Nú, þá legg ég til hérna það sem breytingar á samþykktum stjórn Hveragerðisbæjar. Já, ég ætla bara að bera þessa tillögu fyrir fundinn, bara þennan 8. dagskrárlið, þeir sem samþykkja hann gefur merki. Og það er samþykkt af meirihlutanum, þeir sem setja hjá gefur merki, þeir sem setja hjá. En breytingar á samþykktum stjórn Hveragerðisbæjar eru samþykktar með meirihluta atkvæðunum. Erindisbréf nefndarinnar verður lagt fram fyrir næsta fund bæjarstjórnar. Nú, þá er það liður 9. Siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Hveragerðisbæ. Lagðar eru fram hér siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Hveragerðisbæ frá 13. júní 2013. Orðið laust. Og ég ætla að lesa hérna bókun. Fulltrúar meirihlutans leggja fram eftirfarandi bókun. Siðareglur kjörinna fulltrúa eru hverju sveitarfélagi mikilvægar og góður leiðarvísir inn í starfi á kjörtímabilinu. Góð vísa er sjaldan of kveðin og því mikilvægt að hafa siðareglurnar til hliðsjónar í öllum þeim verkefnum sem framundan eru. Og undir þetta rita Jóhann Ýr Sandra, Njörður, Dagný Sif og Lóreley Sigurjónsdóttir. Nú, þeir sem að samþykkja siðareglurnar eins og að standa þarna, þeir gefi merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Bæði sér telur ekki nauðsynlegt að endurskoða siðareglur og samþykki því að óbreyttar siðareglur frá 2013. Næsti liður er skipan í nefndir og ráð. Þetta er liður 10. Og ég ætla bara að lesa hérna, gefa mér leyfi til þess að lesa upp alla nefndirnar og alla fulltrúana og svo bara er orðið laust það. Lagt er til að atvinnumálanefnd að aðalmenn séu Atli Viðar Þorsteinsson formaður, Ívar Sæland, Marta Rut Ólafsdóttir, Eydís Björk Guðmundsdóttir og Friðrik Sigurbjörnsson og til vara í atvinnumálanefnd séu Edda Björk Konráðsdóttir, Einar Alexander Haraldsson, Andri Helgason, Jóhanna Ýr Jónsdóttir og Íris Brá Svavarsdóttir. Hér er lagt til breytingu á nefndarmönnum í skipulags- og mannvirkjanefnd. Marta Rut. Ég sagði það upp að ég ætla að lesa bara yfir alla og svo verður orðið laust. Marta Rut, skipulags- og mannvirkjanefnd, að Marta Rut Ólafsdóttir verði aðalmaður í stað Snorra Þorvaldssonar sem verður varamaður og Sigurður Einar Guðjónsson verði aðalmaður í stað Friðrik Sigurbjörnssonar og Árni Þór Steinarsson Búsk verði varamaður. Öldungaráð, aðalmaður Garðar Rúnar Árnason og fulltrúi heilsugæslunnar verði Berglind Rós Ragnarsdóttir. Varamenn Magnea Ásdís Árnadóttir og Eygló Huld Jóhannesdóttir.
Umhverfisnefnd Brynja Hrafnkelsdóttir verði varamaður í stað Dagnýjar Sigurbjörnsdóttir. Smá einsleftarvilla hérna. Og menningar, íþrótta og frístundanefnd verði Helga Björt Birgisdóttir verði varamaður í stað Anitu Hekla, já, það stendur þetta, já, Hekla Björt Birgis verði varamaður í stað Anitu Líf Ara. Orðið laust þetta. Orðið laust. Mikið að nöfnum. Já, Maður vilja hafa. Já, þeir sem samþykkja þessar tillögur í nefndir gefi merki. Þetta samþykkt samhljóða. Má ég aðeins kannski, sko ekki þessar samþykkt, heldur bara nefndirnar? Já, orðið var laust skipanarnefndir ráð. Já, bara gjör svo vel. Þakkum bara aðeins. Alda. Forseti, ég er svona aðeins að hugsa með að því ég sitt í fræðslunefnd og þar eru skipaðir meirihluta 4, 3 konur og 1 karl og í 44. grein stendur skipulagslaga að það eigi að vera 2 af hvoru kyni eða eru skipaðir 4 eða 5. Þannig að eigum við ekki að leiðrétta það líka af því við erum að leiðrétta. En þetta sé allt í takk. Takk fyrir þetta Alda. Ég held að sé líka kannski bara tímabært að við endurskoðum lögin af því að það eru til fleiri heldur en 2 kyn hérna, þannig að það er kannski tímabært að skoða það bara í heild sinni, hvernig við skipum í nefndir ráð, hérna, hvernig kynin eigi að vera skipuð, því að við vitum það að það eru skilgreining á kyni eru töluvert fleiri en 2 í dag. Orðið er áfram laust. Já, takk fyrir ábendinguna. Ég er bara ánægður að sjá skyndilegan áhuga Sjálfstæðisflokksins á jafnri skipan í nefndir bæjarins. Þess að á síðasta kjörtímabili og ef við göngum aðeins lengra, bara á síðasta kjörtímabili þá var ekki alveg svona jöfn kynjahlutföll til dæmis í skipulags- og mannvirkjanefnd og það er meirihluta hverju sinni eins og bent hefur verið á að sjá til þess að svo sé. En þá kom ekki slíkar tillögur frá Sjálfstæðisflokknum þegar hann hafði þetta vald. Það er bara mjög ánægjulegt að sjá þennan áhuga hjá Sjálfstæðisflokknum og ég er bara sammála því að auðvitað eigum við að gera rétt og fylgja lögum og við erum svona, og eins og þið sjáum núna með þessu, við erum að reyna að jafna þetta hér hjá meirihlutanum og ég held að það bara verði verkefni okkar áfram og líka ykkar að bæði minnihluta og meirihluta að sjá til þess að við reynum að fylgja þessu lögum eins og hægt er. Orðið er áfram laust. Gjör svo vel, Alda. Takk fyrir forseti. Ég er svona aðeins hugsi, ég náði ekki alveg, ætlum við að laga þetta eða er það bara eitthvað svona almennt svar? Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort við ætlum að laga þetta, en það sé samkvæmt lögum eða hvort við ætlum bara að fleyta þessu áfram. Takk Alda, orðið er áfram laust. Njörður. Já, forseti, eins og ég sagði þá vinnum við áfram að því að reyna að fylgja þessu lögum en það tekur auðvitað bara sinn tíma að fara í gegnum það að finna fólk og það sem við höfum verið að horfa á hér og ég reikna með að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið að horfa á síðasta kjörtímabili í nefndum það sem var ójafnt að það var að finna bara gott fólk til þess að vera í nefndunum og það er það sama við höfum verið að gera hér og ég bara segi að við ætlum að vinna þessu áfram og það er líka á ykkar ábyrgð að skipa líka fulltrúa í nefndirnar þó að þið hafið að vísu bara einn en svo ég endurtaki það aftur að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki verið að fylgja þessu eftir þegar hann hafði valdið þannig að það er svolítið skrítið að sjá þennan áhuga núna þó ég fagna honum batnandi fólki er alltaf best að lifa þannig er það en við höldum áfram að vinna þessu. Takk fyrir þetta Njörður og við vorum í rauninni búin að samþykkja þennan lið. Orðið er ennþá laust. Já, forseti. Ég vil þó taka það fram að við skipum alltaf 2 kalla og 1 konu eða 2 konur og 1 kall í hverju nefnd. Þannig að
við svona á síðasta kjörtímabili, þannig að það sé verið að rifja það upp, en auðvitað eigum við að fylgja þeim lögum sem eru í gildi í dag og þó að vissulega séu núna skilgreiningar á kyni orðnar fleiri, að þá ber okkur að fara eftir þeim lögum sem eru í landinu í dag. En það er allavega ánægjulegt að sjá að þið séuð að stefna á þetta. Takk fyrir þetta, Friðrik, og fleiri sem að vilja taka til máls undir lið 10. Nei, var ég ekki búin að byrja þetta til samfélagina? Já, þá bara höldum við áfram í lið 11. Liður 11 er minnisblað frá bæjarstjóra vegna úttektar á rekstri og þjónustu bæjarins. En hér er sem sagt, lagt fram minnisblað. Orðið laust, þannig, Friðrik. Já, forseti. Ég hélt tíma að ég var orðinn bæjarstjóri þegar ég las textann minn þarna í minnisblaðinu sem var tekinn orðréttur fyrstu línurnar upp úr fyrirspurninni sem ég lagði fram á bæjarráðsfundi í morgun. En hvað það? Við erum hér með bókun frá D-listanum. Fulltrúar D-listans eru hlynntir því að úttekt á sveitarfélaginu fari fram, en lýsa hins vegar yfir undrun sinni á því að gengið hafi verið til samninga við KPMG og að tilboðið hafi verið samþykkt án þess að það hafi verið lagt fyrir bæjarstjórn. Þá undrast bæjarfulltrúar D-listans það að úttektin sé hafin án samþykktar bæjarstjórnar og án vitneskju allra bæjarfulltrúa. Því er óskað eftir upplýsingum um það hver er áætlaður kostnaður við þessu úttekt. Takk fyrir þetta, Friðrik. Orðið er laust um þennan lið. Nú, Ég svara þessu. getur ekki að taka fundalið eða? Já, Kannski að ég bæti við. komið punktu. Gjör svo. Að fá að bæta því þá við líka eins og bókun að megum við að vona því að þetta tilboð verði þá lagt fyrir bæjarstjórn og það er samþykkt á þessu úttekt. Þarna er bara minnisblað að ræða varðandi þetta, en það hefur engin samþykkt átt sér stað um þetta tilboð og að við eigum að ganga til samninga við KPMG og ég var einnig til í að sjá þetta tilboð frá Deloitte eða hvað þeir höfðu upp á að bjóða sem tekið fram þarna í minnisblaðinu. Takk fyrir þetta, Friðrik, og við meðlutum til fundarhlé klukkan 17:42.
Já, og við setjum fund hérna aftur 18:02. Við ætlum að þakka ykkur kærlega fyrir þessa fyrirspurn og við ætlum að leggja hér til að afgreiðslu málsins og erindinu sé vísað til fullnaðar afgreiðslu bæjarráðs þann 3. nóvember og þar verði jafnframt spurningum minnihlutans svarað. Þeir sem að samþykkja það, gerum ekki. Það er samþykkt samhljóða. Nú, þá er komið að liði 12 sem að hljóða svo. Það er minnisblað frá bæjarstjóra, færsla gatnamóta Grænumörkur og Austurmarkar. Þetta minnisblað er frá 20. október 2022 og ég ætla bara að leyfa mér að lesa hérna tillögu að bókun og afgreiðslu málsins. Bæjarstjórn samþykkir að fara í að færa gatnamót Grænumörkur og Austurmarkar. Framkvæmdir rúmast innan gatnagerðar framkvæmdar í fjárfestingaráætlun. Bæjarstjórn samþykkir að taka tilboði hagspjóðanda í verkið Sportþjónustunnar EHF. Orðið laust þennan lið. Já, forseti, það kom mér svolítið á óvart í morgun á bæjarráðsfundi, eða þegar ég fekk fundarboðið reyndar, að sjá þarna að þarna var að vera að bjóða, eða að samþykkja tilboð í gatnagerð sem að aldrei var samþykkt í bæjarstjórn og ekki heldur á fjárfestingaráætlun. Þannig að það er mjög ánægjulegt að geta leyst þetta með þessum hætti, enda er þetta bara brýnt að breyta þessum gatnamótum í samræmi við deiliskipulag á þessu svæði og fyrir þá aðilar sem eru að fara að byggja þarna upp. Bara varðandi gatnagerð þá ótengt þessu og kannski beini ég spurningum til bæjarstjóra hver er staðan á útboði á gatnagerð upp á Friðarstaðareit. Það verður fróðlegt að heyra það. Við samþykktum það í bæjarráði eða bæjarstjórn, hvort það var í ágúst. Eitthvað svoleiðis, fróðlegt að heyra hver staðan er á því. Þetta er brýnt að fara að huga því að úthluta fleiri lóðum í bænum og það þyrfti þá að koma í kjölfarið á því á þessari gatnagerð. Þannig að ég myndi vilja fá svör við þeim spurningum. Takk fyrir þetta, Friðrik. Orðið laust hjá Geir Björnsson. Forseti, ég get upplýst að það var ákveðið að vísa því til næsta vors, í ljósi þess tíma sem er og vetrar sem framöndan er, það er skynsamlegast að gera það á næsta ári. Orðið laust þennan lið, Sandra Björnsson. Forseti, ég er sammála og tek undir orð Friðriks með að það þarf að fara í þessar breytingar á gatnagerðinni þarna, en mér langar samt aðeins þessu tengt, af því að við sjáum þegar miklar framkvæmdir voru hérna uppi í Kambalandi að það sáum við mjög stóra trukka vera að keyra Finnmörkina og íbúar kvörtuðu þar og barnafólk sem er með lítið börn þar að leið. Og ég held við séum svolítið að fara að sjá það núna, nú er búið að loka hinum inngangnum við Grænumörk út úr bænum. Þannig að þar erum við að sjá mjög stóra trukka keyra yfir nýju brúna yfir Varmá á rosalega háum, bara keyra mjög hratt og það getur myndast mikil hætta þar fyrir íbúana sem þar búa í Dalsbrúninni. Af því þetta er alveg beinn og breiður vegur og svakalega flottur og flott nýja brúin en við heldum við þurfum mér langar aðeins að vekja athygli á þessu þannig að við þurfum kannski að skoða það líka í kjölfarið við þessar breytingar. En eins og ég segi, ég tek undir orð Friðriks og fagna þessari gatnagerð að við séum að keyrast á í hann. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Fleiri sem að vilja fá orðið varðandi lið 12. Nú, ef svo er ekki þá náttúrulega las ég tillögu að bókun og afgreiðslu málsins í upphafi þessar liðar og þeir sem að samþykkja hann gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Næst er á dagskrá liður 13, tillaga frá fulltrúum B-lista, lengri opnunartími Laugaskars. Alda hefur gefið þeim orðið. Forseti. Já, ég ætla að fá að lesa hérna tillögu. Tillaga frá fulltrúum D-listans. Bæjarfulltrúar D-listans leggja til að komið verði upp nýjum skiltum. Nei, fyrirgefðu. Afsakið, ég er hérna í 14.
Að opnunartími sundlaugarins í Laugaskarði verði lengdur þannig að sumaropnun síðla sumars gildi áfram út þetta ár 2022 til reynslu. Í lok árs verði aðsóknartölur skoðaðar og það meti hvort tilefni sé til að halda lengdum opnunartíma allt árið. Og svo það greinargerðin. Mikil umræða hefur verið í samfélaginu opnunartíma sundlaugarins í Laugaskarði og virðist vera almenn óánægja með það hversu snemma lokar í sundlauginni bæði á virkum dögum og helgar. Í ljósi þessarar umræðu og þeirra staðreyndar að íþróttastarfsemi í Hveragerði hefur skerst eftir fall Hammarshjallannar lagt til að sumaropnun nýliðins sumar verði framlengd út þetta ár til reynslu. Þannig verði hægt að koma til móts við íbúa Hveragerðis, aukinni þjónustu við ferðamenn og stuðla að aukinni heilsueflingu í sveitarfélaginu. Opnunartími til 31. desember 2022 verði því mánudaga til föstudaga 6:45 til 21:30 og laugadaga og sunnudaga frá 9 til 19 og undir þetta ritar Friðrik Orma. Takk fyrir þetta, Alda, og orðið laust þessa tillögu. Norðlaug, fyrir svar. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, góð umræða. Þessi umræða var tekin á síðasta MÍF-fundi mjög vel og við vorum öll sammála að við þyrftum að koma móts við bæjarbúa hvort sem með opnunartíma eða viðburðum í lauginni. Og við vorum eiginlega flest sammála það að við yrðum að auka þjónustuna með reglulegum viðburðum og þá lengri opnun þá daga. Sundlaugarinn okkar býður upp á endalausa möguleika til að gera vel við okkar fólk og gesti, til dæmis viðburðir eins og dekurkvöld, saltskrúpar í gufunni, tónlistaratriði með tónlistarfólkinu okkar hérna í bænum, koma að spila við bakkann, væbótbrautin fyrir krakkana, gera jólakvöld og svo lengi mætti telja. Og þessi viðburðir kalla auðvitað á lengri opnun þá daga og væri frábært að sjá hvernig bæjarbúar myndu nýta sér þessa viðburði og hafa þá bara vel auglýst þessa viðburði þegar þeir eru. Takk. Takk fyrir þetta, Lóni. Ég tek nú bara undir þetta. Sérlegur áhugamaður eða áhugakona sundlaugina Laugaskarð og ég held að feli skriðarleg tækifæri í sundlauginni sem við getum alveg útvíkkað. Orðið er áfram laust þessa tillögu. Við erum með breytingartillögu á þessa ágætu tillögu dýrlistans. Við leggjum til hérna að fulltrúar meirihlutans leggja fram breytingartillögu að tillögunni verði vísað til gerðar fjárhagsáætlunar. Þannig að okkar tillaga gengur væntanlega lengra, eða ekki? Eða við kjósa kannski ykkar. Ég ætla bara... Kannski tjá mig Já, gjör svo vel. Forseti, við fall Hammarshjallarinnar þá eru að ég held ennþá 2 starfsmenn á launum hjá sveitarfélaginu sem hægt verið að nýta þá sem starfsmenn sundlaugarinnar vegna þessara auknu opnunartíma og það er einnig ekki verið að setja peninga samkvæmt fjárhagsáætlun í Hammarshjallina reksturinn á þeirri höll sem mætti þá nýta í þessa lengri opnunartíma. Þannig ég myndi vilja hvetja til þess að við myndum skoða það að nota þá fjármuni og færa þá bara einfaldlega yfir á sundlaugina og hvetja meirihlutann til þess að endurskoða þessa ákvörðun sína varðandi þetta, því að þarna eru þetta peningur til staðar sem við erum búin að samþykkja að setja í íþróttamál og þannig séð, ef maður hugsaði það þannig. Þannig að ég myndi, hvet meirihlutann til þess að endurskoða þessa skoðun sína. Takk fyrir þetta, Friðrik. Við erum að hugsa að taka bara fundarhlé. Meirihlutinn hefur ákveðið að taka fundarhlé 18:11.
Já, og við göngum til dagskrár aftur klukkan 18:16. Orðið laust, Sandra, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er mjög góð ábending og auðvitað viljum við þjónusta íbúana okkar sem best og við vitum það líka og auðvitað viljum við heilsueflingar af öllu tagi og bæði fyrir bara unga sem aldna. En ég held að það væri skynsamlegast að vísa þessu til Jóhönnu Bjartar og MÍF-nefndarinnar að þið takið þetta til umræðu þar. Það þarf að vissulega skoða vaktaplan og manna þetta. Það er stytting vinnuvikuna sem kemur inn í þetta. Ég veit að þessi starfsmenn sem eru á vegum bæjarins sem voru upp í Hamarsvelli eru komin í alveg störf. Þannig að ég legg það til fyrir fundin að við vísum þessu til Jóhönnu og nefndarinnar MÍF að þið takið þetta til umræðu og skoðunar með tilliti til vaktaplans og mönnun og annað og nýtingu. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Orðið laust þessa tillögu. Nú þá bara ber ég tillögunina Söndru hérna upp eða tillögu meirihlutans að vísa málinu til Jóhönnu Margrétar Hjartardóttur, starfsmanns bæjarins. Þeir sem samþykkja og menningar, íþrótta og frístundanefnd. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá. Menning og frístund. MÍF. Hún er menning og frístund. Já, menning og frístund. Menning og tónlist. Hvað er þetta? Næsta, hvað getum við valið? Ég fekk mér bara skammir í hátinn. Já, ég ætla ekki að fá skammir fyrir það. Hérna, við höldum bara áfram með dagskrána. Það er liður 14, tillaga frá fulltrúum D-listans, skilti við sveitarfélagamörk. Friðrik, ég sýnist hann hafa beðið orðið til þess að flytja tillöguna. Svo vel. Forseti, það var svona ákveðið hugðarefni hjá mér sem datt í hausinn á mér þegar ég horfði á þetta fallega skilti auglýsinga með bleika ljóðmælum sínum. En ég er nú ekki að fara, við erum ekki að fara eða leggja til að það verði farið þá leið að fara að splæsa í 11 milljóna króna skilti sem að það kostaði. En hér ætla ég bara þá að lesa upp tillögu frá okkur fulltrúum D-listans. Bæjarfulltrúar D-listans leggja til að komið verði að nýju upp skiltum við þjóðveginn við sveitarfélagamörk Hveragerðisbæjar líkt og víða þekkist þar sem ferðalöngum er annars vegar boðið velkomið til Hveragerðis og þeim hins vegar þakka fyrir komuna. Og greinargerðin þessu er svohljóðandi: skiltin sem segja til hvað sveitarfélagamörkin liggja við þjóðveginn voru tekin niður fyrir nokkrum árum og þau ekki sett upp að nýju og því lítið sem gefur til kynna að ferðalangar séu að keyra í gegnum Hveragerði nema þau séu kunn staðháttum. Hveragerði er ekki landstórt sveitarfélag og aðkomuleiðir ekki margar, því væri einungis 8 skilt að ræða. Skiltin eru staðsett rétt ofan við neðstu beini Kömbunum, rétt ofan við afleggjana gömlu Ölfursréttunum og 2 skilti fyrir neðan Klettagljúfur, annars vegar á nýja þjóðveginum og hins vegar á nýja, kannski réttar að segja við nýja þjóðveginn og við nýja Einarsveitarveginn. Á skiltinu skal vera byggðamerki Hveragerðisbæjar og síðan texti fyrir neðan sem býður fólk velkomið í sveitarfélag og þeim þakkað fyrir komuna. Kannski til þess að bæta við að maður fær nú reglulega spurninguna og bara þá fullyrðingu að Hveragerðisbæjar eigi ekkert land og sé svo landlítið sveitarfélag og mér finnst bara rétt að við sýnum þeim það að við eigum ennþá nóg af byggingarlandi og að Hveragerðisbæjar sé stórasta bær í heimi. Nei. Að allan að mér þætti þetta mjög skemmtilegt ef við getum komið þessu á að nýju. Takk. Takk fyrir þetta, Friðrik. Ég fagna þessa tillögu, mér finnst hún skemmtileg. Mér finnst þú reyndar aðeins komin inn í skiltabransan með nyrði, en orðið laust þessa tillögu. Forseti, takk kærlega fyrir þessa skemmtilegu tillögu. Mjög áfram að við gerum þetta og við auðvitað innri markaðssetning líka og svo sem markaðssetning líka til þeirra sem að fara hér framhjá sem var auðvitað hugmyndin hjá Ölfusingum að setja þetta stærsta byggðamerkjaskilti á Íslandi líklega upp. En ég vil bara velta fyrir mig hvers vegna voru skiltin tekin fyrir niður á sínum tíma.
ef þið hafið upplýsingar það, ég veit það ekki. Sögumaður. Já, takk fyrir þetta Njörður, Friðrik, Björnsson. Já, forseti. Það er nefnilega góða spurningin, sko. Ég veit ekki hvers vegna þessi skilti voru tekið niður á sínum tíma og hvort þau séu til eða hvar þau eru geymd, séu þau til staðar. En þetta er einmitt bara góð spurning, sko. Og ég benti á þetta svona einstaka sinnum á síðasta kjörtímabili þegar mér fannst þetta vanta. En þá gleymdist þetta alltaf inn á milli. En það er alveg rétt það sem Njörður segir að auðvitað er þetta líka góð markaðssetning fyrir sveitarfélagið. Núna er bara eitt skilti hérna sem stendur Hveragerði og á þegar þú ert komið niður Kambana og ert að keyra þarna undir Hraunbænum, sko, eða framhjá Hraunbænum. Þannig að já, ég yrði mjög spenntur fyrir að sjá þessi skilti koma upp að nýju. Takk fyrir þetta Friðrik og Njörður. Það er svo gaman þegar eru jákvæð og skemmtileg mál umfjöllunar en maður verður að sjálfsögður. Það er auðvitað að útfæra þetta á alls konar hátt eins og við höfum séð svo hérna í nágrenninu við okkur. En við erum bara að tala einföld skilti með eins og þau voru er það ekki? Og það þarf auðvitað að vera færanlegt þar sem við vonum að þjóðvegurinn allavega hér næst okkur hann færist bráðlega. Og maður hefur til dæmis séð allavega í kvikmyndum og svona frá Bandaríkjunum þar sem íbúafjöldinn. Þannig að það er hægt að gera ýmislegt svona til þess að vekja athygli á þessu, sko. Já, hann þarf að tikka auka að vera auðvelt að breyta. Já, en bara skemmtileg og þörf tillaga þó að við séum að taka þessu svona létt og finnst það kannski vel að það. En þá er þetta markaðssetning. Hér fara flestir framhjá. Allir ferðamenn sem koma hérna og flestir Íslendingar þeir keyra auðvitað, koma margir í bæinn en flestir fara hér Þannig að þetta er alveg mikilvægt mál. Takk fyrir þetta Njörður. Og eru fleiri sem að vilja tjá sig þetta skemmtilega skiltamál? Já, Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það sem að Njörður tala að það er eins og útfæra þessi skilti á ýmsa vegu, þá langar mig bara að segja smá svona skemmtisögu frá einum Hafnfirðing sem ég ræddi daginn, sko. Og það var einmitt svona skiltamál þegar við keyrum í sveitafélag, sko. Við vorum að ræða þetta líka og hann sagði við mig, sko, bara hafið þið skiltin, þú veist, bara einföld, ekki verið eins og við Hafnfirðingar sem við vitum ekki hvort að við séum Álfabærin eða Víkingabærin eða það. Því að þegar þið keyrir fram hjá álverinu þá stendur Welcome to the town of elves og Welcome to the Viking village og þú veist, þið veit ekki hvað það eru. Þannig að við skulum reyna að hafa þetta einfalt og gott og bara, já, takk fyrir þetta. Takk fyrir, já, það er gott að vera í stefnumótun, þannig að við vitum svona hvert við ætlum. En já, þetta er ákveðlega skemmtilegt mál og en það er einn hængur á. Þetta er enga fjárhagsáætlun. Þetta hlýtur að vera einhvers staðar í markaðsbudgetinu. Já, einhvers staðar hægt að tóka pening. Við erum allavega með breytingartillögu fyrir þetta skemmtilega mál og erum leggjum fram breytingartillögu að þessari fínu tillögu verði vísað til gerðar fjárhagsáætlunar. Hvernig vil ég byrja þetta upp og ég bara... Kannski orðið laust Já, kannski, já, vil ég fá að tjá um það? Nei. Þá kannski bara ber ég tillögu minnihlutans fyrst upp, þeir sem samþykkja hana, gefið merki. Þeir sem sitja hjá, gefið merki. Þeir sem er á móti, gefið merki. Já, við getum svo sem sitja hjá eða... Langar ekki að vera á móti? Nei, við bara sitjum hjá, af því að við ætlum að, Er ekki bara hægt að vinna þetta áfram? Já, er ekki bara... En eigum við ekki bara vísa þessu til fjárhagsáætlunar, því að þú veist, það er almenn ánægja þetta mál og við viljum bara finna peninga fyrir þessu, þetta er mikilvægt. Finna kannski bara skilti. Já, og kannski Herri, ég ætlum að byrja, þeir sem að samþykkja tillöguna að vísa þessu til gerðar fjárhagsáætlunar, þeir gefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Það er ekki bara að vera ekkert með svo breytingartillögu, það er bara eitthvað samþykkt. Jú, akkúrat. Herri, jæja, þá er dagskráin tæmd og ég ætla að
Ég ætla ekki að slíta fundi en við ætlum að segja bless við okkar ágætu hlustendur þarna á línunni og slíta útsendingu og núna les og Helga fyrir okkur fundargerð. Bara takk fyrir þið sem hlýdduð.